Stund, en við byrjum eins og vanalega á fréttum dagsins, en Karlíðin ekki hérna eins og vanalega heldur. María Pétursdóttir hér. Það svona helsta fréttin kannski á öllum miðlum í dag hefur verið svolítið átakanleg frétt 12 ára stúlku í Hafnarfirði sem að reynda að svipta sér lífi eftir langvarandi einelti. Einelti sem að hefur staðið yfir í bara heilt ár, skils mér. Þær mæðgur voru í Kastljósi og þær voru í fréttum Stöðvar 2. Einmitt. Þetta er hetjulegt að stíga fram og segja þetta. Já, það þarf kjark til að stíga fram og svona ung stúlka, en þetta er alveg hróttalegt ofbeldi sem hún hefur orðið fyrir. Hún lýsti því í viðtölunum. Já, og þetta var held ég fórum samfélagsmiðla í gær og vakti athygli, Facebook held ég, að myndband þar sem að verið að ráðast á hana í held ég Smáralendin eða Kringlunni eða eitthvað. Og hún lýsir þetta sér bara hópur á eftir sér sem að gefur sér enga frið. Reisa stór hópur sem að það er kannski það sem að manni finnst svona hróttalegast við þetta. Og svona bara veldur manni svolítið áhyggjum. Það hafa verið marga fréttir ofbeldi, einelti, hatursorðræðu meðal ungra krakka. Já, ungra krakka. Það er spurning af hverju við séum að sjá þetta gerast núna. Það var náttúrulega búið að svo sem vara við afleiðingum, samfélagslegum afleiðingum af COVID. Og þá af einangrun, félagslegar einangrun. Það sé klift út frá börnunum það að geta verið í félagsskap á þessu þroskastígi. Já. Maður sé þetta fjallaðum þetta sérstaklega erlendis. Þá var náttúrulega sumstar lágu skólar bara niður í 1 ár eða 1,5 ár. Það var ekki alveg hér. Nei, það var svona margt held ég betra hér heldur en við annars staðar. En getur verið að andrúmið sem er á samfélagsmiðlunum erlendis, þar sem að börnum voru meira einangrun, að það kom hingað. Ég held að það sé svo mikið inn í þau eru á tölvunni, þau eru á netinu og bara alveg eins og við erum að sjá núna bara krakkar eru bara í dag alltalandi oft á ensku í og svona amerísku oft. Grípa til hann að þau vilja láta taka marka sér. Já. Það sem í þungi eða á ensku. En við höfum ekkert margar held ég rannsóknir á því hversu mikil áhrif þetta er að hafa. En það gerði þetta bara fyrir stuttu. Þetta er svo stutt síðan, já. Þetta er bara, við erum að sjá alveg rosalega mikla breytingar og þróun í varandi tölvunotkun á ábúslega stuttum tíma. Þannig að það er kemur á morgun Margrét Valdimarsdóttir, ég ætla að tala við henni hryðjuverkaógn. Já. Ég var eitthvað að reyna að kynna mér þetta og þar kemur fram í svona skýrslum lögreglunar í Evrópu að COVID hefur haft mikil áhrif og raunverulega breytt til dæmis svona hægri öfgahópum úr því að vera skipulagði nýnæsta hópar sem allir í stígvélum og svona yfir í að vera eiginlega bara á netinu. Og það var annað sem að ég tók eftir að þeir tala sem raunverulega ógn eru svona ungkarlar sem að sitja fyrir hún á tölvuna og það, ég veit ekki hvernig þetta kallað á íslensku sem er svona neyðar einlífi. Það eru kallar sem að upplifa það að þeir gangi ekki út, konunnar hafniðum og það hafi gósið upp rosalegt kvenhattur í þessum hópum og það er svona merki að ofbeldi gagnvart konum sé farið vaxandi. Já. Og þannig að þá er þetta bakslag sem er svolítið mikið búið að tala þá er það orðið bara sýnilegt í fjölda mála og í svona umbreytingu á að svona hatrið er að sigra. Já. Þetta er líka og þetta kemur einmitt inn á bara það sem hefur verið talað varandi líka einmannalega í Japan og þú veist, Indlandi og annað. Indlandi er náttúrulega bara kynjahlutföllin eru ójöfn og þá verður rosalega mikið ofbeldi virst þar. Það eru svona ungherrar sem er náttúrulega bara stór hættulegt fyrirbrigði. Já. Eins og engilsbrettur. Einmitt. Og þetta er alveg. Það er einhvern veginn, kannski, ég veit ekki hvernig við getum náð að fjalla um þetta, þannig að maður tala við krakkana, ég tala svolítið við dóttur mínu um þetta. Hún er á því að það sé meiri harka og ofbeldi, hún hefur ekki mikla trú á sínum árgangi.
talar alltaf um það. Já, okay. Því að ég tala náttúrulega eins og gammalt kall og held að allt sé að skána og æskan sé framtíðin og björt, en hún sé bara neinin bafi. Það er ekki þannig. Ég sé það sko á mínu yngra barni sem 16 og verða 17. Mér finnst það einhvern veginn sú kynslóð alveg frábær. Alltaf skapir eftir við vorum. Já. Og mér finnst bara þau svo meðvituð allt og eitthvað svo frábærlega klár. Manni finnst það því að maður svona herpikynslóð, það sem allir gengur með allt inn í sér og komið herptir út úr öskunni. Já, og þau kunna hrósa og þau taka móti hrósi og þau kunna þetta allt sem maður kunna ekki, sko. Þannig að ég veit það ekki. Við ætlum að reyna að finna einhver leið til að fjalla um þetta. Já, en það var eitt sem ég langaði að skjóta inn í þetta, varandi COVID, því að ég var að rendi, las svona einhverja fyrirsögn á einhverju skýrslu eða frétt, ég man það ekki, eitthvað frá Sameinuðu þjóðunum gamalt, sko. Og ég líka strætt og það kerði frá. Nei, varandi frá því fyrir COVID, sko, þegar COVID var að byrja, þá var að vera að vara við þungum kostnaði í heilbrigðiskerfinu og fátækt sem myndi hljótast af COVID og sagt, vara við í rauninni því ástandi sem við erum svolítið að sjá einmitt núna. Já, við finnum leið til að fjalla um þetta. Það er líka eins og það er bara breyttist vinnumarkaður víða að margir sem að vildu bara ekki snúa aftur í þrælavinnuna og fleira. Einmitt. Settu þetta á listan hérna, skrifa það. Eftirhreytur COVID. Eftirhreytur COVID. Herðu, já, næsta mál, við ættum kannski að fjalla aðeins Jón Gunnarsson og útlendingamálin, Bjarni Ben. Bjarni Ben ánægð með hann. Hann ánægð með hann. Hann hafði tilkynnt að hann myndi hætta áramótin. Ég held að hann hefði fengið svona svipað á dagur B, fengið 80 mánuði sem ráðherra. Og ég man að mér voru að skrifa þetta, mér fóru að reikna það. Það var eiginlega svona eftirlauna mál, að hann myndi sko, að því hann hafði verið ráður áður, en hann myndi ná þarna svona, en svo virðist það vera núna. Bjarni bara svona rosalega ánægð með hann í útlendingamálum. Þannig hann vil halda hann. Ég held að sjálfstæðismenn eru náttúrulega bara að sjá sér einhvern leik á borðið þeirra, sjá þeir eru græða eitthvað á þessari skoðun Jóns Gunnarsson í útlendingamálum. Það hefur ekki komið fram könnun sem sýnir það. Nei, en þeir eru einhvern veginn að fatta það. En við vorum að skoða könnun hérna sem hafa verið tekin í ágúst í fyrra og þá var afstaða hvort þú finnst þurra og margir flottamenn eða fáir flottamenn eða temmilega og þá kemur í ljós að sko sjálfstæðarflokkurinn er eiginlega bara eins og Svíþjóðardemókratarnir eða kjósendur hans eru bara með það sem að væri hægt að draga ályktun og væri bara útlendingandúð. Og ef að Bjarni hugsa svona og ef að Jón er alltaf sjálfsöruggari í þessu, þá er það vegna þess að þau finna það bara á sínu fólki að þeir eru að gera rétt. Ég held það nefnilega. Já, frá sjónarhóli síns fólks. Þeir sjá það, finna það frá sínu fólki. Ég held að það sé bara alveg hreina línur. Það var í einhverju viðtalinu í dag að þá var eins og Bjarni var að tala um að það væri kannski bara einhver annar ráðherra sem myndi víkja. Já, það var það sem að maður fekk á tilfinningu. Hvaða ráðherra verður þá látið vikja? Það er Guðlaugur Þór verður látið fara? Núna, já, ég veit ekki. Eða hérna, já. Ekki Kolbrún, Þórdís Kolbrún Reykfjörð. Nei, og ekki Áslaug Arna. Og ekki Áslaug Arna. Hver er þá? Það er eftir hann eitthvað þar. Sem við munum ekki eftir. Já. Það er ekki Við munum ekki eftir honum. Ég spáði hann sáfari. Við munum ekki eftir honum. Ég spáði sáfari. Já, ef hann er svona forgettable. En hins vegar með útlendingamálin og þá eru önnur mál í þinginu þar sem sko, sjálfstæðarflokkur er svolítið að sína klærnar. Þegar hann er að horfa, þegar nú er að koma að landsfundur og hann er að horfa á sitt fólk og er að tala við sitt fólk. Að þá er það bara að brjóta niður verkefnishreyfinguna, Bjarni Ben kemur upp í þingmannamáli sem er ekki algengt að ráðherrarnir fara að skipta sér á þingmannamálum, kemur upp til þess að lýsa yfir sko algjöru stuðningi sinni við það að fella skylduaðir á verkefnisfélögunum. Diljá Mist var með að auðvelda forstöðumönnum ríkisstofnana að reka starfsfólki sitt og þannig að hann er í svona, hann er að tala við sitt fólk núna, hann er ekki að þykjast að vera sko hann er ekki búin að borða krít og reyna að komast í kýðingana. Nú er hann bara að tala við úlfana. Já, nú er hann bara að tala við úlfana. Ég held að við séum að sjá svolítið, sko við erum örgulega hverfa svolítið frá því að sjá sjálfstæðisflokkin vera svona hluta til sko gamlir svona það sem maður kallaði kannski svona aðeins mannlegri. Gamli góði sjálfstæðismenn vilja þeir kalla það. Þeir eru bara að hverfa. Þannig að við erum að sjá bara hreina nýfrjálshyggju
einhvern veginn Já, þetta meira en nýfrjálshyggja. Nýfrjálshyggja var það að brjóta niður ávinning verkalýðsbaráttunnar á 20. öld sem eru að fella niður sko barnabætur og velferðarkerfið og allt það. En síðan fylgir á eftir í sem svona náttúrulega fylgdi með Reagan og alveg eftir það sem var samkomulagi við kristna í Bandaríkjónum sem var að brjóta niður sko sigra mannréttindabaráttunar sem var að brjóta niður kvennabaráttuna, brjóta niður réttindi í samkynniðra. Það, sjálfstæðarflokkurinn, ég held að sé ekki allir í sjálfstæðarflokkurum sem eru eiginlega á því að flokkurinn er að fara þangað, en hann er bara að leiðina þangað. Já, það er bara, mann verður bara einhvern veginn íktari í sinni hægri mennsku. Já, sást í kosningunni þungunarófið, þá var Bjarni Ben á móti því og fleiri svona kjarnamenn í flokknum. Já, nákvæmlega. Og þetta er maðurinn sem að rekur flokkinn, eða sem er í forsvari fyrir hann. Já, en nú er ennþá 2 vikur í landsfund, þannig að það kannski, hann á eftir að verða enn hvassari flokkurinn, ég spáði því. Ég spáði því líka, já, ég er eiginlega alveg sammála. Finnum ykkur að það sem að vilja tala um okkur sjálfstæðarflokkinn. Já. Herðu, já, næsta mál, kannski sem að kemur aðeins inn á þetta líka, Strætó og boðuð einkavæðing. Já, það var formaður Strætó sem að nú bara mann ekki hvað heitir. Hann er bæjarfulltrúi í Hafnarfirði, skólastjóri held ég. Já. Hann sagði að þetta væri komið nóg, að nú er þið bara bjóðut út. Já. Og það er svona klassísk, hefur verið greint sem svona nýfrjálshyggju að taka opinbera þjónustu og láta hann að koðna niður þangað til að vegna þess að almenningu vill ekki einkavæðingu. En ef þú brýtur það bara niður, þannig að það er orðið sko hálft ára að bíða eftir heimilislækni, að þá er almenningu til að segja já, bara einkavæðum þá kemst ég alltaf til læknis. Og sama virðist vera að gerast með Strætó, að það nú á bara einkavæða eins og það sé lausnin. Já. En það sem að við gerðum á samstöðunum, við skoðum sko hverjir eru í stjórn Strætó. Og Strætó er náttúrulega, ég myndi halda að vera svona 85% af Strætó er náttúrulega bara Strætó svona Reykjavíkur sem Reykjavíkingar byggðu upp. En það er bara einn Reykjavíkingur í stjórninni. Það eru 4 úr sjálfstæðarflokknum sem eru úr Kópavogi, Hafnarfirði, Seltjarnarnesi og Garðabæ. Svo er 1 úr Viðreisn úr Mosfellsbæ og 1 Pírati frá Reykjavík. Þannig að þetta Strætó er alveg undir stjórn sjálfstæðarflokksins sem er með þessa stefnu að hafa reka opinbera þjónustu raklega, þannig að þetta komin yfir til einkaðala. Já, hann heitir Magnús Örn Guðmundsson, formaðurinn. Já. Og við kíktum á Sorpu, þar er líka fyndin stjórn, að því að þetta er svona samla líka, að því að þetta er ekki lengur sko hluti af lýðræðisvettvangnum, ef að í gamla daga þá kannski bara kosið annan meiri hluta í borginni sem að lagaði Strætó, en núna er Strætó komin í svona félag sem er ekki það að Reykjavíkingar hafi sko 120.000 atkvæði og hinir minna. Og það sama með Sorpu. Þar eru 4 framsóknarmenn og 2 sjálfstæðismenn sem reka Sorpu. Já, þetta minnir mér sko svo að fyrirkomulagið innan ASÍ. Einhvern veginn það sem að Efling og Vaffer sjá sem óréttlæti. Stærstu félögin séu með svona lítið vægi. Þetta er sama einhvern veginn í gangi þannig. Já, það komur raddir. Og þetta er alveg eins og bara ójafnvægi atkvæða á landsvísu í kosningum, þú veist. En þetta er bara svo miklu íktara einhvern veginn samt. Mér finnst það skrítið þegar þetta er almanna þjónusta og félagslegur rekstur. En til er raunverulega ekki í lýðræðisverkefnum. Þannig að almenningur, annarkvort verða það bara að búa til höfuðborgarstjórn sem sér þetta. Þannig að við getum bara kosið það hvað stefnu við viljum hafa í Strætó og Sorpu. Eða þá að Reykjavíkingar verða bara að taka þetta aftur til sín og reka þetta bara. Og það er við tókum líka stjórnina á borgarlínunni sem er svona mál sem að í umræðinu hefur verið frekar vinstri mál, en þú skoða stjórnina þá er þar bara hver innvígði og innmúraði sjálfstæðismadurinn ofan á annan sko. Það er Árni Matt formaður, Gunnar Einarsson sem var bæjarstjóri í Garðabæ í 25 ára eða eitthvað. Ármann sem var bæjarstjóri í Kópavoginum, hann er í varastjórn. Svo eru 2 úr fjármálaráðuneyti Bjarni Ben, þannig að sjálfstæðisflokkurinn bara á borgarlínuna. Og líklega eru þeir í stjórninni, þannig að þeir sjá fram á að renni gegn kannski 80 til 100 milljarðar og þeir alltaf bara ráðstafa þessu til síns fólks. En svo eru vinstri mennið sem er alltaf að sko pólitískt að berjast fyrir
Þetta er eitthvað... Það er eitthvað skrítið við þetta, eitthvað skakt við þetta. Já. Þetta er fleiri mál? Herru, já, ég er með fleiri mál. Ég er með svona kannski að lokum mútumálið. Við getum kannski rætt það eins. Hæstiréttur hefur núna sakfellt fyrrverandi þjónustustjóra hjá Isavia fyrir mútuþægni og umboðssvik í starfi. Tengslum við kaup félagsins á miðum í bílastæðavél fyrir nokkrum árum. Þetta er held í 2017 minnum mig, eitthvað svolítið sem þetta gerir. Þetta er þetta áhugavert af því að maður heyri ekki oft svona mál í Íslandi? Bara heyri, sko, ég man ekki, svona maður rámar í einhvern tímann að heyrt svona, í að því að einhverjir kannski fengju hlitu að fá mútur eða eitthvað svolítið, tengt stjórnmálum, en ekki eitthvað svona, sko, innan fyrirtæki. Einhver er það sem við heyrum stundum í sem að talar brúnu umslögin. Já, maður heyrir eitthvað svoleiðis, já, einmitt. En þetta er svona bara innan fyrirtækis og fyrsta sem ég þetta í huga var bara Namibía þegar ég las þessa frétt, ég sagði bara... Já, hann sagðist ekki að það þegar mútur, hann hefði bara verið með ráðgjafi, já, þetta er bara nákvæmlega sama. Það er vörnin hjá þeim í Namibíu. Einmitt, nákvæmlega. Þeir hefði bara verið með lögumætt ráðgjafa þjónustu við Samherja. Já, einmitt. Eru búin? Herðu, já, þetta er bara tæmt. Takk fyrir það. Já. Þetta voru fréttir dagsins og núna ætlum við að kryfja hvað er það sem veldur átökunum í verkalýðshreyfingunni eftir augnablik.